Þá fyrsta vika samgöngubanns á Íslandi. Henni fer senn að ljúka. Og skólastarf í landinu hefur riðlast mikið. Til dæmis hafa allir háskólar og menntaskólar í landinu sent nemendur heim og kenna í gegnum fjarnám. Og það akkúrat staðan hérna í Menntaskóla Borgarfjarðar. Við erum að kíkja í heimsókn og sjá hvernig þeim gengur með þetta. Jæja, góða daginn, krakkar. Ég heilsa ykkur hérna í þessari kennslustund frá ströndinni. Ég ákvað bara að skella mér á tilboð. Það var tóm vél bara leiðin út og hérna mjög ódýrt flug, þannig að ég bara komin í sólina. Svolítið heitt reyndar, en læt mig nú hafa það. Þannig að hérna, ég segi bara skál. Þetta reyndar bara Pepsi Max. Við ætlum að halda áfram bara það sem frá var horfið í síðasta tíma. Við vorum hérna að kynna okkur diffrun eða sem sagt skilgreiningu afleiðu og þetta var nú dæmi sem við vorum að brasa í. Já, Bjarni, það eru ekki margir í stofun í dag. Hvernig gengur að halda upp í kennslu svona á tímum samkomubanns? Það gengur reyndar alveg ótrúlega vel og mætingin hjá í tímana, það er að segja fyrir fram að tölvuna, bara rosalega góð og nemendur sem að höfðu mætt hingað til, mæta allir og jafnvel svona einn og einn sem var kannski svona erfitt að komast á fætur á mótnana, þau eru allavega mætt við tölvuna. Svo náttúrulega bara áskorun hjá okkur kennurunum að svona reyna að sjá til þess að þó þau séu fyrir fram á tölvuna, þá séu líka að gera eitthvað. Og það bara alls konar svona leiðir sem að maður nota. Ég til dæmis legg fyrir eitthvað verkefni og svo segi ég að taka mynd af því sem þau eru búin að ná að gera í tímanum og senda mér það í lok tímans og ég segi þið fá ekkert einhver fyrir það en þá sé ég hvort það gekk eitthvað eða ekki og þá get ég brugðist við og tala við þau ef það tómt blað sko, eftir tíman. Sko. Og svo bregður á leik og skreppur til Sólanda og svona líka? Já, ég ákvað að skella inn svona smá tilkynningu til nemenda að verða spennandi tími í fyrramálið. Og þá var ég búinn að skella hérna fyrir aftan hérna smá sólarströnd og þóttist þeirra sólstrandagæi mættur hérna á svæðið eða kominn til útlanda. Það verður að halda athygli. Ég reikna með að það þrautinni þyngri að halda athygli unglinga í dag. Já, og líka bara slá að létta strengi og ekki vera of alvöru gefin í þessu öllu saman. Það eru gangið ykkur sem allra best og bara, buenos días. Takk fyrir leiðis. Bræði, það svolítið annar bragur hérna en venjulega í byggingunni. Svona rólegri yfir öllu. Hvernig samkomubann að fara í liðið hérna? Það nú bara sko, það alls ekki þannig að það sé rólegri yfir öllu. Það svona kannski á öðrum vígstöðum, það svona meira online, ef svo mætti segja. Og við höfum bara fært fjörið úr kennslustofunni inn í bara netheima, ef svo mætti segja. Og við í menntaskólanum byrjuðum að undirbúa hugsanlegt kennslubann, sem sagt staðkennslubann fyrir rúmlega viku síðan og vorum þess vegna bara algjörlega tilbúin þegar að til kom á mánudaginn síðasta og hófum strax að kenna eftir þessum fjarleiðum sem við höfum í boði. Við erum mikið að nota náttúrulega bara þau kerfi sem við höfum verið að nota og erum svo heppin að þetta eru allir nemendur okkar með tölvu og við erum líka allir kennarar mjög vel tæknilega sterkir þannig að þetta gekk ótrúlega vel strax. Þessi skóli var alltaf tæknivæddur frá upphafi og svona í tölvuheimum öll verkefni og allt svona, þannig að þið búið vel að því. En hvernig finnst þér svona móralst þetta að vera að fara í fólkið að vera í sundur? Hvernig finnst þér að halda upp í svona þessari skólastemmingu? Þetta auðvitað allt öðruvísi, en einhvað síður sko, það sem gerðist mjög hratt var það að sko allt starfsfólk MB bara tók þessu sem svona áskorun sem það langaði að takast á við og hafa gert það með bravör, algjörlega. Og kennarar hér verið mjög hugmyndaríkir eins og þið hafið tekið eftir þegar kemur að því að reyna að vekja áhuga nemenda á námsefninu. Þannig að það hefur gengið bara mjög vel.
Félagslífið, eitthvað í gangi í félagslífinu þessa stundina? Nei, það auðvitað ekki sko, nemendafélagið ekki virt þessa dagana. Við vorum hins vegar svo óskaplega heppin að bara nokkrum dögum fyrir bannið að þá héldum við ásatíðin okkar. Þannig að við vorum með mjög góða gleði hér, bæði kennara og nemenda saman rétt áður en að við fórum í sundur, eins og mætti segja. Þetta gengur yfir að lokum og ég heyr að það allt í góðum höndum hérna. Gangi ykkur bara sem allra best. Þakka þér fyrir. Við sjáumst hinum með við samgöngumanni. Sömuleiðis.